heiti Auðun Blöndal en hann mættur hérna í stúdíóið maður þjóðarinnar Hjörvar Hafliðason 50 dagur og klukkan orðin 4. Ég ætla bara að byrja á því að bjóða þig velkominn Hjörvar. Takk hérlega fyrir það. Hvernig ertu þennan 50 daginn? Ég feskur bandarískur og breskur. Það ekkert annað. Já, ég peppaður. Vel peppaður. Úrslitakeppnin í körfunni að hefjast í kvölda og Stöðvar Sport. Já, það hellingur að vera. Og svo þrátt fyrir að ríkissjónvarpið hafa gleymt að láta landsmenn vita, þá risastór landsleikur á morgun. Já, það Ísland-Slóvenía. Já. Og þetta gríðarlega mikilvæg leikur fyrir okkur Íslendinga. Pældi, ef við vinnum á morgun, þá erum við að fara til Brasilíu næsta sumar. Já. Ég treð mér eitthvað inn í KSÍ, í einhver úlpu þar. Já. og allir félagarnir að fara til Brasilíu. Ég til í það. Ertu til í það? Þetta getur verið ferð ævinar. Já. Ef þeir bara drullast til að vinna, þá getum við verið á Copacabana eða eitthvað, einhverju strönd. Geta Slóvenar eitthvað? Slóvenar með frábæra markmann. Já, ok. Hann ekki Inter? Hann Inter, jú. Já. En aðrir, þú þekkir engan í liðinu. Nei, ég get nefnilega ekki nefnt marga Slóvenar, sko. Nei, þú veist, í sögunni þegar reyndar þótt þetta svo ungt land, þá hefur tvissunum farið í lokakeppni, sko. Nó, ok. Þannig að þeir geta alveg, þeir eru býsna segir og við erum ekki sérstaklega góðir á móti júkum í fótbolta. Nei, við hefur ekki hent á okkur. Nei, þetta sem gamla Júgóslavía, en að fara til Brasilíu næsta ári, þessi 500 Íslendingar eða 5.000 eða hvað, það náttúrulega algjör geðsíki ef Ísland færi. Já, það verður stórkostlegt og já, það alveg, með sigur á morgun eigum við sens, við hvetjum alltaf til að horfa á leikinn. Það væri hrikalega gaman. Og talandi leikina þá verðum við með tvo, snillinga á línunni í dag, í beinni útsendingu. Við verðum með hérna tvo af bestu leikmönnum liðsins, við erum náttúrulega með Alfreð Finnbogason, heitasta framherjinn í Evrópu í dag. Já, hann verður hér ásamt fyrirliðanum, Aron Einari, sem á leiðinni bara í Premier League. Já, og var að skrifa undir nýjan samning við Cardiff. Já, hann markaðasti leikmaður liðsins. Já, miðjumaður. Já, og þeir eru að fara að keppa í spurningakeppni FM 95 Blö, sem verður áhugaverð. Og fjallar ekki fótbolta, þannig að það fyrir ykkur öll að móti. En það var svolítið skemmtilegt sem að gerðist í vikunni að það kom kona að mér og ávarpaði mig sem mann þjóðarinn og ég fór nú eitthvað að hlæja þig og sagði að hætta þessu bulli. Og hérna... Það var það mamma einu? Nei, það var bara kona út í bæ. Ok. Og fór eitthvað að tala um mig sem mann þjóðarinn og eitthvað svona og... Var hún full? Nei. Nei, ok. En hérna, og hún sagði, heyrðu, svolítið skrítið, því að kona þjóðarinnar, hún ekki með neinu manni. Og ég segi bítu, hvað áttu við? Þá það þetta Vigdís Finnbogadóttir. Já, það líka alvöru kona þjóðarinnar. Af því að hún hefur verið kölluð kona þjóðarinnar. Sem hún líka. Og ég hef verið kallað maður þjóðarinnar. Af þér? Nei, það fullt af fólki sem kallað mig, sem eru fannir að stytta þetta niður í M-þótt. Okay. Og ég fór að segja, já, heyrðu, það rétt hjá þér. Hún hefur ekkert verið á neinum stefnumótum með neitt í mörg ár, hún Vigdís Finnbogadóttir. Hún náttúrulega, hún ekki alltaf gömul þegar ekki eins og þið getur verið par. Hún ekki alltaf gömul, hún á besta aldri, ég held hún sé 83 ára. Já, það ekki svona, ég meina, vilt þú ekki kannski eignast fleiri börn í daginn og svona? Ég held hún sé ekkert í þeim pælingum, sko. Ég veit, svo sem veit það ekki, en þú, náttúrulega ef einhver þekki konur, þá ertu þú. Já. Og þú veist hvernig konur verða þegar eldast, þá það svona oft. Það bara betri, eins og það verða bara betri og glæsilegri og kannski, en það náttúrulega að tala virðingu við veit ég sé, en hérna. Það kona þjóðarinnar. Það svona, af því að það væri svolítið gaman, af því ég maður þjóðarinnar, hún kona þjóðarinnar. Hvort að við getum þá, kannski fara á date eða eitthvað. Já, það væri þá getum að bara eitthvað fyrir, fjölmiðla, til að jafna. Nei, væri það ekki svolítið skemmtilegt? Af því að ekki oft Berlusconi með 50 árum yngri, konu. Ég meina, særu fyrir þig og Vigdísi Finnbo að vera að deyta svona í alvörun? Dating exclusively. Já. Ég veit að þú ert single og ready to mingle. Nei, og hún líka. En ég var ekkert að hugsa þetta þannig. Ég var bara að hugsa, hvað væri gaman ef að vera hægt að samina, þú veist, mann og konu þjóðarinnar, þó það væri ekki nema í eina kvöldstund. Yfir kannski góðu léttvinni. Einmitt. Hvernig finnst þér þessu hugmynd? Ég hefst hún skelfileg. Við verðum hér með spurningakeppni FM 95 Blöð hér á eftir. Svo Ég á líf. Það verður sungið á íslensku í Svíþjóð núna í maí. Sem hörmuleg hugmynd. Sem skrítin hugmyd, það verður bara að segjast eins og En við Hjörvar erum búin að syngja og búa til texta bæði á þýsku. Þú syngur á þýsku hérna eftir, ég syngði á ensku. Bara til að leyfa hlustendum að heyra hvernig lögin yrðu á öðru tungum. Hvaða lagið yrði miklu betra? Nákvæmlega. Svo ætla ég að vera með sturla staðreyndir. Ég ætla að lesa fyrir hvað leiðilegast á Facebook samkvæmt einhverjar könnun. Og svo ætla ég líka að biðja Directioners afsökunar hér á eftir. Komum betur Svo ætla ég að fá að ringi í þeldökkan körfuboltamann af því úrslitakeppnin í körfuboltanum að byrja. Þeir eru ekki rosalega mikið að láta liðsfélaga sína hafa gemsanúmeri. Þeir kannski láta einhverja stelpur út í bæ fá númerið en þeir eru ekkert mikið að láta félaga sína hafa númerið. Þetta eru þau Rihanna og Drake hér með lagið Take Care í FM 95 Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðason með ykkur hér til 6 í dag
Og eins og við komum náðan nóg að vera hér hjá okkur strákanum. Já, það komið að slúðrinu. Það rétt hjá Hjörvar, það komið að slúðri. Spáði einu. Já. Bara, víst ég, af því ég fekk þetta allt í einu á heilan. Já. Núna Vigdís Finnbogadóttir hvað, búin að vera single í 40 ári eða? Það málið það? Aldrei einn slúður hana? Ertu aldrei með neitt hana? Alltaf bara Rihanna og Lindsay Lohan? Já, ég bara les slúður sem ég frétti. Ég bara heyri henni tekst bara að halda, engalífi sínu frá öðrum. Under the radar. Já, sem bara mjög sniðugt í hann. Það aldrei að vita um að sé búin að vera þetta eitthvað. Það hins vegar komið að slúðri og ég ætla að byrja slúðupakkan á Psy. Manstu þetta honum? Já, kóruðumadurinn. Já, PSY eða Psy sem að sló heldur betur í gegn með laginu Gangnam Style sem að ekki alveg jafn heitt í dag og það var hérna fyrir nokkur mánuðum síðan. Nei, þetta var fínt lag hjá honum. Já, þetta ágættis keistla og myndbandi var náttúrulega stórkostlegt, maður sagði það fyrst. Já. En hann í gríðalegu vesinn núna því að það svo mikil pressa á næsta single frá honum, eða bara næstu smáskjöfu og hann búinn að liggja undir feld og búinn að velja ætlaði að gefa út lagið Asarabia sem vist bara eitthvað svona slangur í Kóreu en þorið ekki til að því að mitt ekki móðga the Arab culture eða bara menningarheiminn í Arabíu. Þannig að það smá bið á næsta lagi frá Psy, það átt að koma bara núna í vikunni. Sko, hann lendi í sama vesin og King Lou Bega. Man þetta Lou Bega mæti með Mambo number 5. Já. Hann var alveg með hella gott lag síðan Mambo number 5. Já, svo líka MC Hammer lendir í þessu líka. Svo gata hann ekki fyllt eftir Mambo number 5 og mætti með eitthvað lag I Got a Girl. Manstu þetta því? I Got a Girl. Já. Svo var eins og hljómsveit sem Chumba Thamba. Já, sem var með lagið hérna I Get Knocked Down, but I Get Up Again. Já. Þeir náðu aldrei að fylgja eftir það því að þeir reyndu að koma sama lagið aftur. Ég get lofaði því að Psy ekki að fara að fylgja eftir Gangnam Style. Nei, hann líklega ekki var ekki. Það eru litla líkur að það. Ég dyrka kóruðumenn og ég dyrka Asjubúa. Allir bílar sem ég hef átt, allir símar sem ég hef átt að vera hannaður Asjubúum. Já, það frábært þér. Það svona, þú veist, ég alvöru vinur Asjubúa. Og ekki ég eða? Nei, þú ert bara með þýskum bíl, bandarískan síma. Já, ok. Þess vegna ég a legend in the Asian community. Það ekkert annað, en allavega þá Psy að reyna að púsla saman næsta single og sko honum allsins besta með það þó að eins og ég segi, maður sé nú ekkert allt og bjartstýrt fyrir hans hönd. Hann náttúrulega getur ekki fyllt eftir hinnu. Já, en líka sko eitt með hann að gæja, hann þarf líka að fara að gera eitthvað sko, hann þarf að, þú veist, ná sér í hot celebrity body eða hvað hann sko. Hann þarf að vera að bera ofan eða eitthvað í næsta mittjú. Hann lítur ekki út eins og eitthvað kynnták, þó hann sé væntanlega orðið það þarna í Kóreu. Næsta slúður af Kanye West og Kim Kardashian, langt síðan ég fjallaði þau hérna í slúðurinu, enda reyni ég svona að boykotta þau eða svona fara fram hjá þeim. En Kanye West vill skýra krakka sinn North, eða Norður. Og já, það veistu það, ég held stundum að Kanye West sé með sko greindaðistölu bara á við stofuhitta sko. Northvestur, já? Já, þá heitir hann Northwest eins og Kanye West. Hvað aðeins manni? Þetta svolítið fyndið og ég ekki það. Já, ég meina fyndið, hann að skýra barnið sitt. En Kardashian fjölskyldan ekkert allt og hrifin af nafninu North, en hann mun berjast fyrir þessu, stendur hér í þessu slúður. En þú svo náttúrulega kemur þetta ekkert beint frá honum, þetta getur vel verið að sé bara einhver. Já, svo má maður ekki tapa sér í þessu, það getur vel verið að hann bara verið að fá sér latte einhvers staðar og verið að hlæja með félögunum og sagt þetta sko. Já. En það var reyndar fínastan nafn Norður. Og leðilegt einhvers að fara niður. Hérna, svo það Jimmy Fallon. Hann á vist að taka við Jay Leno. Og Jay Leno stefnir á því að hætta á næsta ári. Og nú verið að tala um að Jimmy Fallon muni taka við. Ég veit ekki hversu mikið að marka það, því að Conan O'Brien átti nú að taka við af Jay Leno 2009. En það var nú ekkert úr því að Jay Leno kom bara aftur og hendur hann í burtu. Þannig að þetta var, slúðurpakki dagsins. Já, svo líka verið að bösta, túrbössin hennar Rihannu. Það fannst gras borð í rútunni og ekkert eitthvað gríðalegt magn, en nótið þess að það voru nokkri teknir í yfirreyslu og rútan stoppuð. Já, ég hérna með Sjó og Heyrt. Það eiginlega bara rosa slæmi fórsíðan þar. Það verið að tala um einhver stelpa að taka þátt í MMA fórsíðan, Sunna Rannveig Davíðsdóttir. Ekki alltaf nefn. Jó, en það ekki, þú veist ekki, ég held kannski að vera eitthvað gott skúp hérna framan á sko. Já, viltu eitthvað dirty slúður? Nei, ég vildi bara eitthvað hressaðan að þetta. Ársat í Rúf, þetta mynd af einhverju nokkru vinna á tölvudeildinni. Já. Svo hérna Páll Magnússon, hann með taldi vont bindi, hann blandar saman blá og svörtu, en þú mátt það ekki nema á sitt lögga.
Þannig ég læt King Palamak heyra það næst ég hitt hann. Það ekkert annað. Við liftum saman. Nú Auðun Blöndal sigraði systur sín og móður í fjölskylduspilinu Trivial Pursuit síðustu helgi. Það í Séð og Heyrt? Það í Séð og Heyrt. Já, væntanlega þá ég heyrst hefur dálknum hann. Nei, bara eitthvað frétt hérna. Hannes Þór Halldórsson, 28 ára, markvörður íslenska landsliðsins. Hann orðið faðir. Já, og sko honum hjartanlega til hamingju. Gerum það. Og Logi Bergmann á vist bróðir sem heitir Sindri Bergmann. Það líka önnur frétt. Allt að gerast í Séð og Heyrt í dag. Við ætlum að fara hér í örstutt skilaboð, svo fáum við að heyra líf bæði á ensku og þýsku, ásamt því að við erum að fara í sturlaða staðreyndir og fleira. Við á FM 957 erum farnir að telja niður í páskana. Þess vegna ætlum við að dæla út páskaeggjum frá Nóa Sirius og ísköldu Coke Zero til að skóla niður eggjunum. 4 sinnum á dag, alla virka daga, fram að páskum ætlum við að gefa hlustendum kost á að næla sér í geggjaða blöndu af páskaeggi og Coke Zero. Fylgstu með á FM fram að páskum og við gætum glattig með páskaeggi frá Nóa Sirius og kippu af ísköldu Coke Zero. Coke Zero, ekta bragð, engin sykur. Sjáuð bara allt þetta súkkulaði. Ég get bara ekki beðið eftir að smakka. Nóa Sirius. Túborg Léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel August. Tryggðu þér miða á miði.is. Taktu með eða borðað á staðnum. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Ofurhljóðkerfi kynni. Við elskum Volta, Reykjavík miðvikudaginn 27. apríl og við elskum Akureyri í Sjallanum föstudaginn langa. Partíið sjá plötusnúðarnir Óli Ófur, Bensól, Mr. Kuelar og Achilles. Ekki missa hágæða danspartíi í hágæða hljóðkerfi frá Function One. Einköld, ísköld á kantinum. Súkkulaðimjólk frá MS. Risa DFD-markaður í Hagkaup Smáralind og Garðabæ. 100 titla í boði á frábæru verði. Rísegg, draumaegg. Þú færð gómsætt Freyju páskaegg í næstu verslun. Þú ert að hlusta á FM 95 blö, á FM 957. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. FM. Rudimental hér með Feel the Love í FM 95 blö. Stiltir í sturlaða staðreyndir en það komið að afsökunarbeðinni hér í FM 95 blö. Og það ég, Auðun Blöndal, sem þarf að biðjast afsökunar eftir að hafa, tapað mér aðeins hérna fyrir 2 dögum og þá vildi ég meina að nýjasta One Direction lagið væri viðbjóður og fór víst allt og langt með þessa fullyrðingar mínar. Sagði að þetta væri ekki gott og upprunna útgáfan væri betri. Ég man ekki eins og hvað lagið heitir en það var ekki Brynja Már og Heiðar Austmann sem fróðufelldu á þessu sinni. Heldur voru það Directioners Íslands sem hafa látið mig heyra það og ætla ég að beðast afsökunar. Ég hef nú, þetta mér finnst One Direction alveg fíni guttar. Þó svo ég hef ekki fílað þetta lag, þá þurfti ég kannski ekki að rakka það niður en það til dæmis ein hérna sem að voru nokkri sem létu mig heyra það og sérstaklega einn hér sem heitir Heiða. Hún skrifar inn á bara FM 957 Facebookið, ekki blö. Bara sorry en Öddi blö hjá FM 957 má kúka á sig. 4 upprópunarmerki. Sammála henni, blö bub. Í fyrsta lagi, þó allir með eiga að hafa sína skoðun, þá finnst mér ekki fagmannlegt að segja það svona í útvarpi, allt með stórum stöðum, þar sem flest unga fólki á Íslandi að hlusta. Í öðru lagi þetta geðveikt flott, allt með stórum stöðum, hjá þeim, og í þriðja lagi, það ætti ekki að skipta máli því að þeir gerðu þetta fyrir góðgerðarmál, allt með stórum stöðum. Allt í kei og á þig, frá henni. Þeir hafa ekki fengið einustu krónu fyrir þetta lag, 5 upprópunarmerki. Og í fjórða lagi, allt kapslokk, við heitum Directioners. Já, nákvæmlega. Hann núna að láta mig heyra það. Lagið sem að þú hraunaðir yfir og ég heyrði þetta, það var One Way
or another. Já. Og ég byrst innilega afsökunar hér með. Já, hún pakkaði þarna saman. Já, hún bara lét mig heyra. En ég vissi ekki að væri til svona glerharðir aðdándurinn á Íslandi. Jó, það bæði, sko, á Íslandi eru harðir believers. Þú veist, þú varst svona Michael Jackson mongoliti. Hvað er ekki þegar hann dói daginn þá var að vera að hringi þig eins og þú það mjög steikt þessi, ég hef verið eitthvað frændans. En þú ert eitt frægasti svona Jackson mongoliti landsins. Hvað, ekki lagi með þig? Það að taka þetta dansinn og eitthvað svona. Já, bara, ég var mikill aðdáandi Michael Jackson á sín tíma. Hvaða önnu bönd og svona eiga harða aðdándur í Íslandi? Valtý Björn náttúrulega YouTube-maður nummer 1. Já. Það engin harðari YouTube-maður en Valtý Björn. Justin Bieber á náttúrulega sína aðdándur hér á Íslandi líka og þeir heita Beliebers. Þetta hefur ekkert verið áður eins og núna með One Direction og Justin Bieber. Það hafi ekkert verið svona harðir aðdándur á neinu, held ég. Sálin á frekar harða aðdándur í þessu? Já, Júli Disco og félagar, en það ekki eins og fólk, hóti mann í lífláti ef maður rakka niður sálina sjónsmín, sko. Já, en þú veist, það til gæjar, sko, á 50-saldri sem að taka, sko, 3 vikum fyrir sálaball, þá konar skjálftavættina, sko, þeim plakka svo til. Já, sem bara skiljanlegt, enda sálin stórkostli hljómsveit. Ég hef alltaf verið mikill aðdáandi sálarinnar. Já. En það svona... Hvað var svona þitt uppáld þegar þú ert að alast upp með svo þessar stelpur það tilbyggja One Direction? Þú kallaði mig Michael Jackson vitlýsing, hvað var svona þitt? Ég kallaði Michael Jackson mongolita. Já, ok, fyrir ekki það sem að... Nei, ég átti engan svona uppáhalds. Nei, varstu bara eitt með markmannshanskana en í herbyggi? Ég var yfirleitt að semja minn eigin tónlist. Það var svona meira, ég var meiri því. Ég var svona Spin Doctors maður á tímabili. Já, þeir áttu nú bara eitthvað 2 lög eða eitthvað. Þeir áttu að lagja þarna If You. Já, If You Want To Buy Me Flowers. Hvað varst þú að hlusta á? Þú varst að segja, ég hlustaði mikið á Michael Jackson. Svo náttúrulega var ég gríðalegu Nirvana aðdáandi. Þannig að það var svona mitt heitasta. Árið á þeim aldrei. Já, ég einhvern veginn náði aldrei að verða. Ég var svona semi-Natalie Imbruglia aðdáandi. Það var bara því hún var sæt. Natalie Imbruglia aðdáandi. Já, það er sant. Thorn, hefur heitt það lag? Ég hef heitt það lag, en þú ert svolítið að vinna með One Hit Wonders í Idolinu þínu, maður. Já, ég einhvern veginn var aldrei neitt einhver grjótarður aðdáandi einhvers bands. Nei. Ekki sem við munum eftir. En ég tek þetta tilbaka allt saman, það er náttúrulega ljótt að vera að rakka niður einhverja hljómsveitir hér. Hvað heitir þessi stelpa? Ekkert vita. Hvað heitir stelpan? Hún heitir Heiða, og Heiða út að hlusta, þá byggðist ég innilega rafsökunar og hérna kemur eitt fyrir ykkur. Direction Hairs. Þetta svo gott lag, maður. Þetta Live While We're Young með minni hljómsveit One Direction. Vel við. Justin Jarrett og Michael og strákarnir í One Direction og lagið Live While We're Young. Líam og félagar. Hér á FM 957 og þú ert að hlusta á FM 95 Blöð og það sjálfsögðu Kámaðurinn hér og Auðun Blöndal með ykkur. Maður lifandi hvað flott veðrið, 10 steg hitti, 50 dagur, allt að gerast kaldur og krana. En Auði? 5 í fötu. Ef að Ísland vinnur á morgun, Slóveníu? Þá við kannski að fara til Brasilíu næstu. Já, ég veit það. Þetta gríðarlega mikilvæg leikur og við sendum góða strauma til íslenska landsliðsins sem mitt í þessum töluðum orðum út í Slóveníu. Við ætlum að heyra í Alfreði Finnboga hér á eftir og Aron Einari, landsliðsfyrirliða. Þeir að fara að keppa í FM 95 Blöð spurningakeppninni. Svo ætlum við að leyfa ykkur að heyra Ég á líf bæði á þýsku og ensku. Kom betur inn á það hér á eftir. Við erum búin að syngja þetta lag á þýsku og ensku fyrir hlustendur. Ég get sett til það að þeir sem ná langt yfirleitt frekar klárir. Já. Ég þekki Aron rosa lítið, ég þekki Alfreð. Já. Alfreð er mjög skýrin á ekki. Hann á eftir að standa sig vel í spurningakeppninni. Á eftir? Já, yfirleitt það er oft talað um það, sko, fótboltamenn séu vitlausir og svona. Já. Þegar þú nærð mjög langt, þá ert ekki vitlaus. Það er bara þannig, eins og David Beckham. Já. Hann er bara sjúklega klár. Hann er genius. Já, það er bara þannig. Þú sparkar ekki svona í boltan og nærði ekki svona ferli eða nærði ekki svona langt nema þú sért okkur vel gefin og það verður gaman að heyra þess að 2 menn kljást hér og eftir. En það er taland um snillinga og gáaða menn. Þá er orðið mjög algengt að íslenski tónlistamenn eru byrjar að auglýsa hér á FM 957 með þeim orðum að þeir segja hæ, þetta og annarkort til dæmis Ingo Viðuguð eða Jón Jónsson og fleiri. Og við ákvæðum svona að henda í okkar auglýsingu og við skulum heyra þegar Hjörvar Hafliðason ávarpa þjóðina. Við ekki að teka því. Jú. Hæ, þetta Hjörvar Hafliðason, tónlistamaður og kjarneðlisfræðingur. Ég verð með námskeið fyrir öll fermingabörn í Hafnarfirði í Alcoa á 50-daginn. Það verða pítsur á kantinum og kaldur. Sjáumst þar, bless, Hjörvar Hafliðason, kjarneðlisfræðingur.
Þetta kjarneldisfræðingunni Hjörvar Hafliðason. Já, vita að fáir að ég kláraði kjarneldisfræði fyrir nokkrum ára síðan og þetta svona kemur fólki kannski álíka mikið óvart eins og að Jón Jónsson sé hagfræðingur. Já, og þið takkið það báðið vel fram. Já, hann tekur það skýrt fram að hann sé hagfræðingur en maður lifandi. Hvað John Johnson eiginlega með í laun? Hvað hann að raka inn? Hvað hann eiginlega að raka inn? Við fórum nú yfir einu dag, en hvað vorum við ekki búin að spá þetta var einhverja tækkúlur á manni? Bara fótboltinn, tónlistin. Já, Arion Banki. Hagfræðingur, já. Hann syndir í seðlum. Já, líka, þú veist, að nú á, þú veist, við eigum ennþá eftir að klára eitthvað, Ég ekki búið með stúdentinn, Nei, en þú veist, hann svona, þú veist, drá salt í sárum talandum að sé hagfræðingur og svona. Hann basically að reyna að segja mér ég sé heimskur þegar hann að tala inn á sölu? Nei, hann bara svona að segja, heyrðu, ég tólnistamaður og ég ritstjóri og allt svona, en þú veist, ef allt klikkar þá ég líka hagfræðingur, en ég get bara að fara að vinna í Seðlabankana með, þrefalt laun á ykkur alla, Þú veist, þetta svona þessi hroki sem að drepa hann að strák, Já, sem allir að tala líka. Ég veit það, þú hittir hann, út heppin ef hann heilsa þér. Já, og líka ef þú hittir hann, þá líka, hann spyrði kannski aðeins út í þig, þú fær 30 sekundur, svo þarf það að hlusta í hálftíma hvað sé að frétta John Johnson. Þekkir þetta? Veistu hvað, á ég að segja þér gefa frábært tips í samskiptu við konur. Já. Það miklu betra að vera góður hlustandi heldur en góður að tala. Það rosalega mikið átt að hlusta. Já. Takk fyrir þetta. Segðu mér eitthvað þig. Á ég að segja það. Nóg mig. Hér er komið nóg mig, segðu mér eitthvað þig. Þetta sem maður að segja við konur. Ég veit allt þig. Hættum maður að tala mig, tölum aðeins þig. Hvað að frétta þér og þínu lífi? Svona átt að gera þetta. Þetta bara nákvæmlega. Arion-appið nýjung í bankaviðskiptum. Með einum smelli tekur stöðuna á reikningum og kortum. Kynntuðu málið á arionbanki.is. Beck Sléttöl kynnir Vintage Caravan tónleikar á Dillon í kvöld klukkan 10. Frítinn og ískaldur Becks í boði fyrir þá sem mætast nefna. Chevrolet Spark örugt sparnaðaráð fyrir heimilið. Kostar aðeins 18.090.000 krónur. Aktu sparklega. Bílabúð Benna, Tangarhöfða. Gómsætt rísegg með stökkum rískúlum. Þú færð Freyju páskaegg í næstu verslun. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eistins drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Mikið rétt fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það styttist hér í spurningakeppni og lögin Ég á líf á bæði þýsku og ensku. Það bara hér rétt handa á horni. En Hjörvar, veistu hvað erum að fara í núna? Við erum að fara í Dulla staðreyndir. Það rétt hjá þér Hjöppi Kæi. Það eru sturlaða staðreyndir nú hér í FM 95 Blö. Og það minn uppáhaldsliður hér í þessu fætti. Einhver svona, þegar þú gleymir sturlaðum staðreyndum, hringir þá einhver í þig og segir, heyrðu, þú gleymdi sturlaðum staðreyndum í dag. Það hefur tvisvar gerst að ég hef ekki verið með sturlaða staðreyndir. Það bara því að það er orðið alltaf erfiðara fyrir mig núna að finna þér. Þegar ég hef búin að lesa sturlaða staðreyndir á hverjum einasta degi í marga mánuði. Þannig ég þarf svona að grafa svolítið eftir þeim. Og það var daginn einu svona föstudegi og svo einhvern tímann bara fyrir stutt síðan að gerast á föstudegi. Það var svo mikið að gera hjá okkur Agli að ég þurfti ekki að nota sturlaða staðreyndir. Það voru 3 sem sendur mér á Twitter, herru, okkur voru ekki sturlaða staðreyndir í dag. Já, var það þegar þið voruð live from Lemon? Nei, við vorum með sturlaða staðreyndir frá Lemon. En hér komið að þessum dagskrali þennan 5. daginn, 21. mars, styttist í páska, alveg að koma vor, allt að gerast. Tilbúin, Hjörvar? Já, ég enda líka svo vitið að það er ný regla sem byrjaði í gær og ég enda á að spyrja, segðu okkur einhverja sturlaða staðreyndum þig. Pétur varst að gera það í gær og þú varst að gera það í dag. En hér kemur fyrsta. Því lengur sem þú starir á sjálfmaði í spegli, því ósáttari verður í sjálfmaði. Og hér vist talað eitthvað sem heitir 7 sekundar reglan. Þú ert ekkert að horfa á andlitaður í spegli mikið lengur en 7 sekundur, segja þér. Ég kannski fleiri freknur og fleiri bólur. Já, ég fann að sjá fleiri bauga og þetta líf fara að taka á.
af lífverðni. Já, það er rétt. Þannig að maður á ekkert að horfa mikið lengur en 7 sekundur. 7 sekundur, ok. Munið það, kæru hlustendur. Þessi var góð. Já, þetta var flott hjá þér. Svo kemur næsta. Þegar þú róðnar í framann, verður maginn að rauðu líka. Sturlu staðreynd. Þetta veist ég ekki. Nei, róðnar þú mikið, Hjörvar? Þú ert þetta típan, ég hefur þetta alveg séð róðna. Séð mér róðna? Já, mér minnir það. Við hvaða tilefni þá? Það er eitthvað svona, þú róðnaði pínu þegar það voru hérna með okkur 2+6 síðast. Já, voru að tala um eitthvað dónulega. Já, á svona róðnaði pínu, eða svona því fannst það pínu óþægilegt eitthvað. Já. Mikið frá því að hafi róðnað aðeins. Ok, ég reyndi þá að vera geirvörstunar á mig grjótharðar, sko. Já, ok. Er þú bara komið til það staðvænt? Já, þannig að þú róðnar í framann á maganum og geirvörstunar með það grjótharðar. Svo kemur ég næsta. Við eyðum 2 vikum af ævi okkar í að kyssast. Sturlu staðreynd. Það er satt, já, bara 14. Þú ert reynda mikill kossamaður. Er ég mikill kossamaður? Hvað meina þú? Þú veist, það er ekki margir menn sem ég... Hæ? Hvernig hefur þú séð mig kyssast? Eða kyssa? Hvað er þetta að gera, Hjörvar? Ég er að leika þig. Hvenar og hvar? Hvenar er ég svona og hvar er ég svona? Getur þú sagt mér það, Hjörvar? Þannig að hættu spilli, hvar er ég svona? Hvenar hefur ég séð mig í einhverju kossaflensi? Bara þegar þú átt kærustur. Nei, þetta er bull og þú veist það. Fyrir mér næstu ofbóðlegt ógettnaðlegur út að kissa. Kvikmyndahús sem allan heim eru rekin á sjoppunum í bíón. Sturlu staðreynd. Ég skal trúa því. Og ég fór að lesa meira um þetta. Það er sem sagt bíóinn og það er ekkert bara á Íslandi. Ég vissi þetta væri svona í Íslandi en þetta er svona allan heim. Það er bíóinn græða ekkert á myndunum sjálfum. Dýrt að fá þær. En það er bara sjoppunar sem að... Auðvitað ætti líka að vera að selja kannski áfengi á sýningum því að það myndi ekki að græta ennþá meira. Já, nú leifti í lúksusalnu núna. Ekki það, mér finnst mjög óþægilegt að drekka bjór yfir í bíó og maður pissa og svona missar að myndinni. Bjór og pop, það passar ekki alveg. Nei, maður veit bara kók og pop. Það er bara þannig. Svo kemur ég hér næsta. Þegar að öpum er kennt að fara með pening, apar, það er hægt að kenna þeim að fara með pening og þá er kynlíf það fyrsta sem þeir kaupa og selja. Aparnir, það er bara þannig og þetta er ekkert ég að reyna að vera fyndin, þetta er bara Sturlu staðreynd. Þannig að þetta apar. Þetta eru meistara, sko. Búðu nú til ykkar hagkerfi. Þeir eru alveg lausi við að hugsa um hvað öðrum finnst, sko. Já. Þeir bara gera nákvæmlega sem bara hausinn segir þeim að gera. Já, og maður þekkir líka alveg svoleiðis einstaklinga líka. Já. Þannig að það er, endur við öll komin á öpum. Já. Segja þér. Svo kemur næsta. Orðið kynlíf kemur 275 sinnum í bókinni 50 Shades of Grey. 50 Shades, ég hef aldrei lesið hana. Það er svona ekta bók sem þú myndir nú að lesa. Já. Hustlerinn sjálfur. Hustlerinn sjálfur, sko. Já. Það var alveg ekta fyrir mig, sko. Að kunna, þetta var svona þú, ég sé þig fyrir mér á kaffihúsi að tala um ykkur á stúlku. Já. Ertu búin að lesa 50 Shades of Grey? Já, en ég var ekki alveg ánægð með Marie þarna. Ertu búin að lesa 100 Shades of Grey? Ekki það komið? Nei, en... Nei, já. Framhaldið hann í? En fjallar hún ekki um BDSM og eitthvað slúðis? Jó. Hvað er aftur BDSM? Ekki ákváðmálið. BDSM? Það er bara, þú veist, þú vilt láta með það og þetta með leiður og svona. Ok. Það er ekkert feimnismálið hann. En, já, þessi bók er reyndar, hún er gríðarlega vinsæl og þá nú að fara að gera kvikmynd eftir henni sem er önnur Sturlu staðreynd. Svo kemur ég næsta að skrifa á blað þar sem fyrir taugadraður, krumpa það svo saman og henda í ruslið getur komið í betra skap. Já, ég skal alveg trúa því. Þannig að þá bara svona, þannig ef það er eitthvað að pirra ykkur núna, kæru hlustendur, skrifið á blað það sem er að pirra ykkur, krumpið það saman og dundrið í ruslið. Þetta er svona svipað eins og bara ef þú ert brjálaður, það er til forrit sem að delayar twittunum þínum. Sem þú sett brjálaður og langar að setja eitthvað svona Gulli Gullason er mest í mongulit og hálfviti sem ég á æfinni kynst á hverju kýlir hennar manneikin. Þú getur gert þetta, skrifa þetta eins og sérst að fara á Twitter, ítir á enter og svo 2 tímum setna þá spyr forritið þig, viltu að þetta fara inn á Twitter? Og þá er þetta kannski hættur og er reiður. Er þetta ekki til á Facebook líka? Er þetta að selja Garðari Gunnlaugs þetta? Jú, kannski, en þú veist, þá er bara spurt 5 tímum setna, viltu þetta fara í hann inn? Og þá ertu vanalega orðið þannig að runnina er reiðin. Nei. Nei, ég vil ekki þetta fara inn. Til dæmis segjum að þú sett á Facebook mjög svangur og mjög sniðutur með þetta forrit. Hann veit hötta makk heyra það. Það eru 3 eftir, nei, það eru 2 eftir og svo þín. 70% fólk, já þetta tók ég því að þetta er svo ekta ég. 70% fólks þykist horfa á síma sinn þegar það mæti fólki í staðis að horfa framan í það. Ég veit stundum ekki hvernig ég á að mæta fólki, en ég þykist bara svona að vera að tjekka hvað á síma. Já, ég hef búin að gera þetta í svona, gera þetta með og byrjaði á þessu í MK. Já, ég hef gert þetta sem ég var 11 ára. Ég get viðurkennt það þegar ég stundir lappaði svona mikið á krökkum, einhvers þar á
göngunum, þá sviðsetti ég símtal, sko. Já, ég hef alveg gert það líka. Já. Það eru oft sviðsett gott símtal. Og bara sem betur fyrir ekki ringt tíma þegar maður að því. Nei, ég voru að silenta síman á það, sko. Þannig að ég þekki þetta, við erum í þessum 70%. Svo það síðasta frá mér, fyrsti pizzastað, já þetta var sem er líka áhugavert. Fyrsti pizzastaður Ítalíu frá upphafi opnaði 1738 og er ennþá opinn og það er alltaf pakkaðar. Já, veistu hver fyrsti pizzastaður á Íslandi var? Good question, Aguaro. Ég ætti að vita það sem ég er nú mikill pizza áhugaðmaður. Ég ætla ekki að fullera þetta sér rétt hjá mér. Er það pizzahúsið eða? Nei, ég er einhvers þar á Hornið. Já, niður í bæ. Já, niður í bæ. Það er enda geggjaða pizzur þar. Já, það er ágætt, en ég hef heyrt það, sko. Hver var uppáhaldið þitt í gamla dag? Hvað var uppáhaldspizzaðinu þeinar? Ég er, sko, málið er, ég hef aldrei skilið fólk sem að rakka nöðu Dominos. Ég hef alltaf verið rosalegu Dominos maður. Ég var rosalegu Jón Bakan maður, sko. Já, ég var enda líka á sínum tíma. Castello finnst mér alveg geggjar. Mér enda pizza er, pizza er alltaf góð. Já, bara svo, já. Svo er komið að þér, Hjöppi, í lokin einhverja sturla staðrindum þig. Já, sturla staðrindum mig. Ég er jeppaegandi og ég upplifði mikla fordóma í garð okkar. Þetta var sturlu staðrindum Hjörvar Hafliðason. Hér rétt handa á hornið fáið að heyra Ég á líf á þýsku og ensku. Svo er það Alfreð Finnbogason og Aron Einar Gunnarsson í spurningakeppni FM 95. Beint frá Slóðinni. Ég svolítið okkur tvo. Já, segir mikið okkur, enda erum við ungir eilífi, Hjörvar. Já. Það er bara þannig. Það er bara að segja þetta guð það. Það er ekki oft sem ég er sammála Agli. Agli, eina sinni, minn okkar. Já. Ég er ekki oft sammála hann. Nei. Stundum kallar ég hann þvagheila. Já, hann áða til að vera þvagheili. Já, hlandhaus er enda gott, því hann kallar mig oft blöðpúp. Já, kallar hann hlandhaus. Já, heyrðu. Já. En hann hitti, já, hann bara hefur hárrétt fyrir sér þegar hann talaði að væri mistök að senda Eurovision-lagið okkur út á íslensku. Já, Ég á líf. Já. Og það er eiginlega fáránlegt og þú veist, hvaða kommunisti ákvað það að þyrfti að syngja í undankeppninni á íslensku? Á hverju máttu bara ekki vera með eins gott lag og hægt er í undankeppninni? Af því að svo þarf þetta að breyta texta áður og sendur út. Sem ekki verið erfitt. Þessu King Kristján Gíslaður, hann bjóð til Birta lagið þetta. Já. Svo gerði þeir eitthvað Angel. Já, sem var ekki I walk a straight and narrow. Bara eitthvað, sko, umöluðu texti í því miður. Þó hans í kongurinn og allt það, sko. Já, Kristján er snilling. Já, ég er að segja það. Og þú veist, oft hefur það orðið þannig að þeir hafa oft verið óefnilega lélegi textarnir þegar þú þurft að breyta íslenska yfir enska. Já. Eins og þarna Eiríkur Hauksson. Já, það er til hellingadæmi. Já. Is it true að vel gert? Já. Is it true? Já, en ég er að segja, auðvitað ábara í undankeppninni máttu syngja því tungumáli sem að þér langar til. Já. Við getum ekki alltaf látið Vinstri græn að segja okkur hvað við höfum að gera, sko. Finnst þið hvað alltaf því séast? Það er pottis verið einhver slíkur í útvarpsráði og það verður að syngja á íslensku. Ég held að þeir hafi nú ekkert um þetta að segja. Jú, þeir hafa allt með þetta að segja. Já. Hlustaði einu sinni. En allavega, þá syngjum við á íslensku núna. Og auðvitað var að syngja á ensku, svo Euphoria-lagið. Já. Það verður til á ensku. Euphoria hefði aldrei verið töff á sænsku. Nei. Það hefði aldrei rúlað þessu upp eins og það gerði. Svo við skal gå og fyrir utan það, þá er líka íslenska stundum bara eins og eitthvað álfamál. Þannig að þetta verður erfitt. Það hljómar ógeðslega held í eyrunum á útlendingum. Já, þeir vilja minna þessu eins og rússar stundum. Já. Har þú heyrt það? En við Hjörvar, við ákvaðum að leyfa ykkur að heyra, kæru hlustendur, lagið Ég á líf, bæði á ensku og þýsku. Já, mér fannst kannski óþarfi að alltaf að negla sér niður í enskuna. Já, en það er ekta mitt. Og ætlar þú að byrja það? Já, ég skal byrja þetta. Hérna fáið að heyra lagið Ég á líf, við náttúrulega spilum bara mínútu úr þessu, en hérna fáið að heyra Ég á líf á ensku og það sem ég hugsaði þegar ég var að semja enskan texta fyrir þetta, Hjörvar, okkur ekki að spila svolítið inn á þjóðina og svona betla atkvæði. Ég leik mér að segja frá því að við erum fátæk, það er kalt hérna. Þú spila svolítið inn á eimdina á Íslandi. Já, og er að biðja fólk út í Evrópu að kjósa okkur fyrir börnin líka. Bara sem eru hérna á Íslandi fátæk og það er mikill kuldi hérna. Þannig við skulum heyra Ég á líf á ensku og það er hér með, mér. Þannig er ég að fara inn á börnin, gefið krökkunum okkar, von og líf. Þetta lag myndi fá atkvæði. Já, því að fólk væri heima og hugsa, auðvitað, Ísland er á haustum, það er kalt þarna. Ég ætla að gefa þið mitt atkvæði, svo þessu ánæg bara í kvöld. Bara í kvöld, börnunum. Já. Allt fyrir börnin. Herði, ég hérna... Þú ert með þetta á þýsku? Ég ákvað að hendur sig yfir á þýsku. Ég tala nú ekki þýsku, en ég kann einhver orðið í þýsku. Já. Og kannski er eitthvað þessu bara bull, en hérna... En ég... Ich habe Freund, heitir lagið. Já. Eða Ég á vin. Já.
sem svolítið fallegt. Það mjög fallegt að vinna með það. Ekki? Það ekkert betra í heiminum en eiga vinn. Sammálaður. Þetta ekki sammálaður? Og þetta lag fjallar vináttu. Já, hér ég á líf á þýsku og það Hjörvar Hafliðason sem hér. Ég hafi frænd, gjör svo vel. Getur þú sagt mér hvaða Þjóðverjar myndi ekki gefa okkur atkvæði og það búa nokkri þar sko? Þjóðverjar, Austuríkismenn. Maður. Þetta algjörst gæsahúðar. Já, ég á minn besta vin. Þetta bara stórkostlegt hjá þér. Ég verð að gefa þér. Já, ég ákvað að reyna aðeins að slá á þessar nótur hjá fólki. Það líka ekkert orðið og seint að breyta. Okkur ekki að senda þetta út á þýsku eða ensku. Ég að segja það. Þú veist, gera eitthvað annað en þetta. Já, en ekki það, mér finnst ég á líf mjög fallegt lag. Mér finnst það fínt sko, en við erum ekki fara að fá neinn atkvæði sko. Það er sem við erum hrættir. Þú veist hvernig ég er winner. Já, ég veit líka hvað þú ert að party boy og þú vilt halda party á laugardagskvöldi. Ég elska party. Stundum þegar ég er heima eitt bara, klukkan 2 kannski á miðvikudegi eitthvað. Herru, ringi ég kannski nokkra félaga, hvað séð maður halda smá party hérna. Þú hikar ekki við það? Nei. Ég er alveg saman hvað klukkan. Ég bara vil halda party. Auðvitað. Og ég vil fá einhverju atkvæði þarna í Svíþjóð. Já. Og eins og staðan okkur þetta dag, því miður, þá erum við væntalega bara að fá einhver sympathy vote frá Danmörku. Já, en aldrei að segja aldrei. Við sjáum til hvað gerist, við viljum að fara í örstuð skilabót, svo það spurningakeppni FM 95 Blöð og það eru Alfreð Finnbogason og Aron Einar Gunnarsson sem taka þátt að þessu sinni. Hefurðu prófað pizzuna Bóndabæinn á Wilsons með stóru og litlu pepperoni, skinku, nautaki, beikoni, piparosti, rjómaosti og grænum piparkornum. Wilsons pizza, sími 581 15 15. Þessi ánægja var ég búið bless.is. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandsýninguna Í kjallaranum. Miðasala á miði.is. Boli, léttöl. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 4,7 milljarða. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Taktu þátt í páskaæventýri Freyju og þú gætir unnið glæsilega vinninga. Freyjuheimur.is. FM 95 Blöð á FM 957. Hversu gott brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. 957. Keppni FM 95 Blöð hér hjá okkur í beinni útsendingum. Já, en eina ferðina. Þetta er fyrsta sinn, en skemmtilegu liður einhvað síður og gæti orðið fastu liður. Þeir eiga að vera á línunni, já, snillingarnir Aron Einar Gunnarsson og Alfreð Finnbogason. Eru þið annars strákar? Jú. Hann annar? Hann hinn. Báðir mættir á línuna. Þá bara fyrsta spurning, hvernig er stemmingin í Slóveníu? Já, menn bara léttilegur kátir, sko. Já, gott að heyra. Er leikurinn í Ljúbljana, eða? Já, leikurinn í Ljúbljana. Við erum búin að koma okkur vel fyrir hérna í Jóborgi. Já, Aron, þú ert nú fyrirliði liðsins. Hver er svona glaumgósin í liðinu? Hver er skemmtilegastur og mest grínari? Það er spurning, sko. Á meðan, það er náttúrulega einn í banni sem það er gaman að hann, sko, Rúrik. Hann er stættur í Danmörku bara? Já, Eyður kemur stakkur inn í vikinu, hann er hægt að hlæja á honum. Guttinn. Við ætlum ekki að biðja að lýsa fólkinu í Slóveníu, sleppum því bara, nennum ekki svoleiðis vesinu. En hvernig eru svona Slóvenar annars, Aron? Hvernig fólk er þetta? Jú, það tekið vel á móti ykkur hérna á hótelinu. Topplið. Er þetta satt, voruð í Keilu áðan, var ég að lesa. Já. Hver vann Keiluna? Það var eldra liðina. Þetta var bara ofauðvöld í rauninni. Við kláruðum með unga liði. Ert þú orðinn gamall til landsliðinu? Já, þetta var, við vorum 8. Ok. Og ég var sem sagt í eldra liðinu, þannig að þetta var bara ofauðvöld. Hver var með hæsta skorið? Menn voru að taka snuttu þarna og það var alltaf með pakkin tekinn. Þetta var Eyður. Já, það var ástæðan fyrir ég að spyrja, ég var beðinn að spyrja. Það var Eyður og var efstur í Keilunni. En strákar, segjum eitt, nú eru náttúrulega menn á misjöfnum staði í landsliðinu, Gylfi Þóri, hann hlýtur, er allar sögur hjá hann núna, einu sem voru ég, Gallas og Adebayor, er hann mikið að tala og Bale, er hann mikið að tala þess að kalla þetta? Já, hann er svolítið að neymdroppa, sko, við erum bara,
Þetta alveg frekar þreytt, sko. Heyrðu, varstu þegar ég og Bale, já. Varstu þegar ég og Bale vorum í golfi og ég hringdi þig, Alfred? Já, eins og ofta að tala AVB, sko. AVB. Þannig að tala eitthvað, AVB, ég veit ekki, held þessi þjálfarinn. Það Andri Vilas Bóas, já, hann mikið að tala hann. Já, ekki hann? Já, ég held það. Já, en strákar, við vorum að tala rétt á hann að ef við vinnum á morgun og verðum smá alvarleg, þá getum við verið á leiðin til Brasilíu næsta sumar. Hafið þið trú á þessu verkefni? Já, ég meina, þetta er náttúrulega mjög mikilvæg leikur fyrir okkur á morgun. Við viðurkennum það, en við verðum náttúrulega að taka þessu bara svo hverju öðru leik. Ég meina, þetta er bara 3 stig í boði og við ætlum okkur það náttúrulega, þannig að þú getur fara að pakka inn menn Kíni. En þetta er Slóveni, við erum ekki að fara að bera ómikla virðingu fyrir þeim. Bara taka og negla á. Jú, við förum ólinn á það, það er ekki þannig. Ég fíla það. En það er komið að spurningakeppni FM 95 Blöð. Og já, það er Alfreð og Aron sem að keppa og það koma 4 valmöguleika til greina, þegar ekki? Já, það koma 5 valmöguleika til greina og Alfreð ætlar að fá að byrja að velja þar sem að hann er undan í stafrófinu. Já. Já, fyrsti liður er frasar frá Valtýbirni, annar iSafe, þriðji feitir íþróttafréttamenn, fjórði Ásgeir Kolbeinsson eða 5 fyrri heimsstyrjöldin. Hvað velur þú, Alfreð? Já, þetta er erfitt, en ég er spáð að taka frasa frá Valtýbirni. Frasar með Valtýbirni, ertu sterkur þar? Já, ég hef alltaf verið mikill Valtýr-fan, sko, þannig að... Já, en þetta er ekki gefins. Þetta er dátt erfitt, ég spyrði þig 3 sinnum, hvernig ertu og í hvert skipti þarf að svara með valtara frasa. Og ég ætla ekki að leyfa þér að hugsa. Þú verður bara komið það strax. 1, 2 og byrja. Hvernig ertu? Léttilegur kátur. Rétt. Hvernig ertu? Já, hvernig mítjumur er. Rétt. Hvernig ertu? Já, ég er bara feskur, bandarískur og breskur. Fullt hús, Alfred! Þetta eru 3 stig. Ef við verðum með bjöllu, þá myndi ég ringinni. Vel gert, Alfred. Herðu, þá er það 4. spurningin og þú átt að ímynda þér sett Valtýr Björn og þú ert stattur í Slóveníu og ég spyr, jæja Valtýr, hvernig er í Slóveníu? Altillæ, ekki gott. Þetta er rétt líka. Altillæ, ekki gott. Herðu, þetta er 4 stig, vel gert. Glæsilegt, ég er ekki hissa, hann fór í frasana. Nei, þetta er greinilega valtar aðdáðandi þarna og svona, aðdáðandi, minna skoðunar á sínum tíma. Aron, heyrðu í mér? Já, hann skoraði fullt hús. Já, þannig að það er pressa á þér. Þannig að það sem þú mátt velja á milli er iSafe, feitir íþróttafréttamenn, Ásgeir Kolbeinsson eða fyrri heimsstyrjöldin. Hvað ætlar að velja? Þetta er náttúrulega gefið. Ég veit allt Ásgeir Kolbeins. Það er Cold Machine, the man of many colbs, ok. Það eru 4 spurningar sem þú ert að svara til að fá fullt hús. Ég byrja hér á fyrstu, ertu tilbúinn? Ég er klár. Ásgeir Kolbeins á vinsælasta skemmtistað landsins, hvað heitir hann? Þetta er Austur. Það er rétt, þetta er byrjuðan létt. Hann hló nú að þessari. Bara sprakk og látrið að móti í Slóveníu. Svo kemur næsta sem er erfið og svolítið trikki þegar við Hjörvar bjögum hann til, en ég spyr þig, hvaða rakakrem notar Ásgeir Kolbeins? Auðvitað. Hvaða rakakrem notar Kolbeins ekki? Hárrétt svar, hrikalega vel gert. Það er svo menn sem ég er búin að læra heima. Ég held að hann myndi segja L'Oreal eða eitthvað. Já, ég held að hann myndi skjóta á eitthvað heimst krem. Hann notar þau öll. Vel gert, Aron, þú ert ennþá í leiknum. Þá kemur næsta. Hvernig fannst Ásgeiri Kolbeins klósettið í gömlu íbúðu sinni sem hann tók svo í gegn í, innlit útlit? Já, áður en hann tók það í gegn. Áður en hann tók það í gegn. Hvernig fannst honum klósettið? Hann kallaði það viðbjó og sagðist ekki pissa þar inni, ef ég mann rétt. Það er hárrétt, það er bing, bing, bing. Þá er það síðasta spurning, gæti endað í bráðabana. Þetta gæti endað í bráðabana. Já, ertu tilbúinn, Aron? Klár. Hvaða dag og hvaða ár er Ásgeir Kolbeinsson, the Kolb father, the man of many Kolbs, fættur? Ég er klár með þennan, þetta er bara gefið, sko. Hvað er það? Hann er fættur 11. jan 1975 og auðvitað var það laugardagur.
Já, hann með sem hann fæðist á laugardegi. Herðu, vel gert. Það staðan 4-4, drengir. Já, það bráðabanni. En það bráðabanni og bráðabanni virkar þannig að ég spyr spurningu og sá sem hann undan segja ding, hann fær svarréttin. Okay. Skiljið þetta? Já. Þú varst að tala aðan hvað fótboltamenn væri klárið, hljóta nú náðu þessu. Já, ég ætla að spurja út í einn graðasta mann í heimi. Spurtur einn graðasta mann í heimi. Tiger Woods byrjaður að hitta eina þekktustu íþróttakonu í heimi. Hvað heitir hún? Ding. Já. Þetta var ég sem kom með dingi hérna alveg. Já. Er það ekki hérna Lindsey Vonn? Lindsey Vonn heitir hún. Bittu, ég ætla maður að aðtóa hvort þetta sé rétt hjá honum. Heitir hún ekki Michelle, var það, bittu? Hjörvar, þetta ekki með þetta hreinu sjálfur? Nei, þetta ekki rétt. Nei, ok, þá fer svarrétturinn yfir á Aron. Nei, það önnur spurning og aftur gildir dingið. Já, því þú sagði rétt svar. Já, ég myndi ekki hvort það var Michelle að Lindsey. Ok. Eiður Smári Guðjónsson markaðist Íslendingurinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. En Eiður hefur ekki alltaf leikið í Adidas skóm í ensku deildinni. Hvaða öðru merki hefur Eiður spilað í? Hvaða öðru skómerki? Ding. Ég skal taka þetta. Ég heyrði ding. Hver sagði ding? Heyrði ekki ding frá Alfreði? Jó, það. Hvaða öðrum skóm en Adidas hefur Eiður Smári spilað í á Englandi? Ég ætla ekki ská Umbro. Rámt. Það var Aron, svarrétturinn fyrir yfir á þig. Hann hefur spilað í, ég myndi giska á Diadora. Rámt. Hvað var það? Það er fíla. Fíla? Ok. Það er fíla. Það er svolítið erfið hjá þér. Ég held þér væri bara svona skófíklar og væri með þetta á hreinu. Þá verðum við að fara í bara eldsnögt og ding og þetta er bara svo sem á undan. Nú með hvað spilaði Eiður Smári hjá Barcelona? Ding. Hver á með ding? Númer 7. Það er hárrétt. Þá er þetta komið. Við sendum bestu kveðjur til Slóveníu strákar. Hafið það sem allra best. Já. Meðan ég með hérna live. Já. Þú varst eitthvað skemmt á flúðum daginn eða ekki? Jó, það passar. Hvernig var þessi flúðabalanda sem allir er að tala um hérna? Sverrir Þór Sverrisson, hann er veikur. Já, býttu, ég var búin að heyra eitthvað á hann. Ég beði að heilsa, bæði Gutta og Sveppa, menn eru veikir, hann var mjög góður, ég skal bara segja þér hann seinna. Þetta voru Aron Einar og Alfred Finnbogason frá Slóveníu. Gangi ykkur vel á morgun? Þeir eru farnir? Þeir eru farnir á línni, já. En hvernig var þessi flúðabrandari? Hann var ekki það fyndinn, en að því að slisaðist til að segja Sveppa ná ásatíðinni, brandara sem ég hefði sagt, þá gat hann ekki hægt að minna á hann. Og skemmtur með okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars. Það verður sko nóg að vera í Kringlunni þar sem Friðrik Dór mun koma og taka lagið ásamt því að Lalli Töframæður verður á svæðinu. Einnig verður sérstök afsláttasprengja í völdum verslunum Kringlunnar þar sem hægt verður að gera kjara kaup. Leikurinn er einfaldur. Ef þú ert fædd eða fæddur árið 1999 átt þú möguleika á að vera með. Fylltu þátttökuseðil við þjónustuborðið í Kringlunni og mætt á svæðið laugardaginn 30. mars. FM 957 verður í beinni og á hálftíma fresti gefum við stórglæsilega vinninga frá nokkrum velvöldum verslunum Kringlunnar milli 1 og 4. Vinningar að verðmæti alltaf 300.000 krónur. Ef við hringjum í þig er eins gott á sett í Kringlunni því þú hefur aðeins 5 mínútur til að sækja vinningin. Skráningu lýkur 5. 28. mars. Sjá nánar á fm957.is. Skemmtu þér með okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars og hver veit nema við hringjum í þig. Í Kringlunni færðu allt fyrir ferminguna. Úrvalið er endalaust. Kringlan af öllu hjarta. Það verða fagnaðarfundir þegar góuekkin finnast. Gleðilega páska og verði þeirra góu. Og mundu eftir lakkrísekkinu. Beck Sléttöl kynnir Vintage Caravan tónleikar á Dillon í kvöld klukkan 10. Frítt inn og ískaldur Becks í boði fyrir þá sem mætast snemma. Túborg Léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þér miða á miði.is. Netto Mjótt er opinn allan sólarhringinn. Netto Mjótt, opið dag og nótt.
Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Gjafakort Smáralindar tilvalin fermingargjöf. Einföld og frábær. Sjáumst Smáralind. Hann ræðst ekki á garðinn þar sem hann lægstur. Ætlar að gera heiminn að betri heimi. Og krakkar finna það, foreldrar finna það. Þetta barnaefni sem hefur ykkur svona boðskap. Magnús Geving og baráttan fyrir bættri heilsu barnan okkar. Og svo auðvitað alla sögurnar. Sjálfstætt fólk, Stöð 2, sunnudagskvöld. Ferðumst saman landið. Bókaðu ferðalagið hjá okkur. Foss Hótel, vinalegri allt land. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Við sitjum hér, ég og Hjörvar Hafliðarsson, styttist í flottulega keppnina á samt því við ætlum að heyra í henni Sunnefu úr 2+6. Hún verður hér á línunni okkur eftir. Þökkum þeim Aroni og Alfred, það sjálfsögðu kjallaði fyrir þáttöku sinna hér í spurningikeppni FM 95 Blö og minnum alla á landsleikinn á morgun. Ég allavega mjög spenntur fyrir leikinn og hlakka til að horfa á hann. Já, þetta fyrsta skrifið á leiðin til Brasilíu. Kannski ekki alveg að fyrsta en hérna. Nei, það ertu nú aðeins meira gangu upp en þetta væri stórt skrefið ekki. Jú, við erum svona, þú veist, ef við vinnum í dag, ef við vinnum morgun segin, þá erum við í svona skemmtilegi keppni við Noreg og Sviss. Sviss besta liðið í riðlinum. Já. En við erum ekkert liðir en normenn eða slóvenir eða neitt svoleið, sko. Nei, við hefum alveg getað haft normenn. Já, ég er að segja, þú myndir kannski fyrir, þú myndir hitta eitthvað fótboltaáhuga mann út í heimi, hann mun líklegri til að þekkja menn í íslenska landsliðinu heldur en nokkuð tímann held ég í Já, við erum með fínt lið á pappitum, það er ekki málið. Jú. En ég ætla að lesa hér fyrir þig, Hjörvar. Nú erum við miklir áhugamenn samskiptamiðla, eins og Facebook og Twitter og svona. Og það var að koma nú topp 10 listi, ég fæ þetta svona sent hérna á FM-preppinu. Svona topp 10 listi yfir hvað þeim mest í taugarnar af fólki á Facebook. Þannig að þá er ég að tala ég ætla að sjá hvort þú sett sammális þegar þú ferðin á Facebook, hvort að þetta fari jafn mikið taugarnar af þér og fólksnafnum. Hvað fer mest í taugarnar af þér? Mest í taugarnar mér á Facebook? Það fer ekkert endilega í taugarnar mér, en mér finnst voðalega skrítið þegar fólk að segja frá einhverju mjög neikvæðu í lífi sinu. Eða eitthvað svona, mér finnst þetta ekki alveg miðillinn til þess að segja bara hvernig getur fólk tala svona mig, þú veist sjálfur að þú ert ekki skömminni skárri, þú veist alveg hvernig ég að tala, eitthvað svona. Já. Svo koma kannski 4 likes og einhver eitt bara, wow, hvað var að gerast? Segja það á chatinu. Mér finnst alveg skelvilega hallarslegt. Já, ég skil gott. En fer kannski ekki rosalega í taugarnar mér. En það sem að fyrir mest í taugarnar, sem var í fyrsta sæti, ég ætla bara að lesa hérna á topp 5, ég reyni ekki að lesa allt, sem að fór mest í taugarnar fólki, það er þegar aðrir eru að segja fólki á Facebook að það sé að fara á æfingu eða í líkamsþjálfun. Eða líkamsrækt, segi ég. Það fer mest í taugarnar fólki. Já, ef þú myndir svona vera með fólk á Facebook sem aðeins eldra en við, það er rosalega mikið að tala hvaða fjöll það er að fara að ganga eða hvað sem var að kýra. Já, ég nú alveg með nokkar svoleiðis. Já, það er hérna, en... Finnst þér það leiðilegt? Nei. Ekki þannig, en... Pálmi Gest, góðu vinnu minn. Já. Hann ég er með hann á Instagram. Já. Hann gerir ekki annað en sína fjallmyndir. Já. Ég er samt ekkert að fara að fleia honum það nút, sko. Það er topp maður. Svo í öðru sæti var það sem fyrir mest í taugarnar fólki á Facebookinu, með 45%, var þegar verið að sína hvað er að fara að borða. Það er nú svona algengar á mitt Instagram sem við erum að ræða hér á. Já. Mér finnst alltaf að það er eitthvað mjög merkilegt sem það er að borða, sko. Já, mér finnst líka alltaf skemmtilegar þá að, þú veist, sýndu fallegt andlit við hlið matarins. Ég var alveg til að sjá þig kannski halda kjúkling að fara að borða þennan. Mjög fallegt andlit, það er rétt hjá þér. Já, í staðin fyrir að vera bara mynda Disneyinu með kjúlanum, það er ekkert spennandi. Ég samlega. Þriðja sæti var það sem auðvitað, fyrir þetta langmest í taugarnar mér og ég veit ekki af hverju þetta var ekki fyrsta sæti. Það þarf að vera að bjóða þér ykkur að leiki. Já. Það er óþolandi. Ég gæti kannski óvart hafa einhvern tíðan bóðið einhverjum í einhverju leiki, sko, þegar strákurinn minn alltaf mikið í einhverju leikjum á Facebook. Já, hann er fann að bjóða á þínu nafni. Eitthvað stundu þurfa hann eitthvað til að halda áfram að... Ég veit það ekki, ég von ekki. Ég þarf að kenna Hendrik að póka. Já, þú voruð að láta mig þú voruð að láta mig allan að vita ef ég er með einhverjar leikja. Já, ég reyndar ekki mikið neina leiki frá þér. Svo var það hér í 5. seti sem að þetta nú, ég er ekki alveg sammála þessum, en það voru stolti foreldrar fyrir taugarnar fólki. Er þú ekki sammála því að þér finnst nú börn hundleðileg?
Ert þú ekki sammála þessu? Okkur finnst mér börnum leðileg. Okkur er þetta ljúga. Þú þolir ekki krakka. Ég er ekki lagið með því. Ég vann á leikskóla og það er bara mjög gaman að því. En þú veist, það er ekta sem þú myndir ekki þola þegar þið veist börn svo leðileg. Hættu þessu, hættu að skálda á henni. Ég fíla bara. Svo sem, er þetta ekki voða eðlilegt að? Já, sjálfsög. Ég meina, af hverju er fólk að inni? Það er til að sína myndir af fjölskyldu og vinnum og svona ekki. Já, þetta ángra mig ekkert, en svo núna mennur svolítið mikið að reyna að selja eitthvað þarna núna, sko. Já, það er svona eins og Nonni Plugg vinnur okkar. Hann er duglegur að, svona sér að frekna. Pluggar þú sjálfa þér, eins og með fyrir þættina, setur þú það á Facebook, 10 mínútur að kalla verið í loftinu? Nei, ég gerir það ekki, en ég set inn á Facebookið mitt og ég passa maður að setja ekki of mikið að því og Twitter líka. Ég reyndar sett inn eitt vídeo á Twitter. Ég set inn á Facebookið mitt og Twitter ef mér fannst eitthvað virkilega gott svona sem ég vill séra. Ef ég myndi gera of mikið þá myndi fólk aldrei nenn að hlusta á það, þannig að fólk veit að þegar ég setja inn að þá var það gott. Þannig að, ég sér á svona þættinum. Já, það er hérna. Það er geðlilegt. Já. Ég er hérna með fáum þetta nýja kærasta takir út, þetta er Lindsay Vonn. Það var, sagði hann ekki örugglega Michelle Vonn. Ég manna það ekki. Michelle Vonn. Hún er held ég sko stærsta kvenkins íþróttanafn í heiminum í dag. Það er ekki þannig. Spáðu hvað sem skrítið. Það er komið Powerhouse Couple. Já, algjörlega. En það er, steytist hér í flottulega keppnina. Hún er hér rétt handa á hotnið. Við skulum fyrst fá, Sigurpúðan Bruno Mars. Hann ætlar að segja ykkur frá hvað hann hefði gert með fyrirhandi ef hann væri ennþá maðurinn hennar. Já. Þetta er Bruno Mottumas eins og ég kalla hann. Nei, djók. Þetta er veist ég á þér. Kemur ekki stundu fyrir þér að þú segir brandara sem er svo ölulegur þú bara sér það eftir strax. Nei, þessi búið að mjög ánægð með hann sko. Nei, þessi var ekki góð. Nei, ég segja það, hún góð. En það er komið að flottilega keppninni hér í FM 95 Blö. Og við erum með þema, það er að nýja hjá okkur hjöpa í flottulega keppnina. Við hendum alltaf í gott þema. Og Sálnas Jónsmís er 25 ára á þessu ári. Já. Og er með risaball í Vodafone-höllin á laugardaginn. Og hvet ég alla til að kíkja á það. Enda er ég mikill sálamæður og hef farið á svona án þess að grínast. Ég hef ekki farið á svona 20 sálaballu yfir aðeina. Þegar 30. Ég hef kannski farið aðeins færri en þeir eru oft verið að spila það sem ég hef verið sko. Já. Og toppband, eitt af mínum uppáhalds. Já, ég kynntist söngvara hljómsveitarinnar eins og niður. Stebba Hilmas? Já. Það er hans ég fýtt náðungi. Það er alveg hægt að kynast verið mönnum. Hann er með mér í skóla. Hann er mikill Arsenal-maður. Já. Og afskaplega klár náðungi. Já, hann er það. Og frábærsöngvari. Og það er þema í dag. Það er Sálnas Jónsmís, svona í tilefni af þessu balli á laugardaginn kemur og hvet ég alla til að kíkja á það. Er þetta í Vodafone? The Vodafone. Já, bara steppið mikill valsari. Já, og það er nefndar hárið þér. Hvort viltu vera undan eftir hjöpi? Ég skal bara byrja þetta. Þú vilt byrja þetta? Ok, ertu með einhverja kynningu á læginniðinu? Ég ætla að tilengja þetta lag þér. Mér? Já. Ó, ok, þá getur þér þetta að halda með þér. Já. Akkur ætlar að tilengja mér það? Nei, ég ætla ekki að tilengja þér það. Er þetta krókurinn eða? Nei, þetta er ekki krókurinn. Var það krókurinn Sálin? Var krókurinn ekki Plánetan? Krókurinn hér, hvar og hvena þeim það er Sálnas Jónsmís. Já, með Pétur Kristjáns. Já. Ok, ég held að vera Plánetan. Nei. Plánetan er Funheitur. Já, Funheitur. Og hvað ætlar að tilengja mér sem er ekki krókurinn? Þig bara þig. Wow, það er enda geðvellag. Já. Það er lagið þitt hér í flottulega-keppninni. Já, það er mitt sólulag. Þú að heyra það, þetta er Þig bara þig. Nei, þetta er lagið mitt. Og ég hvað skeita á mig maður. Já, þú átt á til. Æðislegt lag. Þig bara þig. You can't go wrong þegar það er Sálin, sko. Já. Og, ég skal viðurkenna það, ég er engin glerharður aðdáandi, sko. Er þetta ekki? Nei. Já, ok. Þú veist, þegar vorum í handboltarokkinu fyrir viku síðan. Já. Þá varstu á mínum heimavelli, sko. Já, reyndar á mínum líka. En þetta var lagið að sjöpa, Þig bara þig. Ég ætlaði að vera með, sko, Hvar er draumurinn? En að því ég skeita hans á með hann, þá vill ég ekki spila það. Þannig ég er búinn að velja mér annar lag sem er í miklu uppáldi. Og þetta minnir mig á þegar ég var, hvað ætlis ég gammal þannig, svona 13 ára. Og þá var ég mikill loverboy. Ég hef alltaf verið a lover, not a fighter. Þá hlustaði ég mikið á þetta lag. Þetta er svona aðeins rólegra en eitt af mínum uppálds með Sálinni. Það geti bestu gæðan með hjá mér, þetta lag. Því miður eins og það er nú flott. Nei. En þetta er ykkar höndum, kæru hlustendur. Er það Ef ég ætti eða er það Þig bara þig?
Og við skulum bara heyra hvað hlustendur hafa að segja hér. Og gaman að vera eitthvað sálar svona aðdándur. Já, mér stæði mig bara sálar aðdándur hingið núna. Þú verður að dýrka sáluna. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herru, ég verð að gefa aukaatkvæði bara út af því að Hjöppi var ég engin sálar aðdándur gliðið. Vel gert. Shit, ég skeita það maður. Og Steppi líka frændi minn og mjög góði fjölskylduvinur, þannig. Þetta er geggjur hljómsveit. Hann er dásanlegur. Ég sammála því. Hann er bara yndislegur. Ég viðurkenna það, ég skeita það, það er rétt hjá þér. Þú ert að keppi í flottulega keppnin og segist ekkert vera grjótharður sálar maður. Já, þú skist þarna sko, ég verð að viðurkenna það. Ég viðurkenna það. Þannig ég fæ þitt atkvæði. Já. Takk hjá og takk fyrir að ringja. Já, ekki mál. Ok, bye. Það er 1-0 hér, FM 95 Blöð. Hver fæ þitt atkvæði? Já, það er Ef ég ætti. Ef ég ætti, já, fallegt lag. Þetta er bara einum og fallegt. Og Loverboyin, það var líka, þú veist, það toppaði hjá mér. Já, það sé að Lover Not a Fighter. Já. Ok, takk hjá fyrir að ringja. Það er bye. Ok, bye. Það er 2-0 hér í flottulega keppninni. Við skulum sjá hvað þessi er verið að segja. FM. Herðu, það er Ef ég ætti. Það er líka eftir mín með völd. Já, sko, ég heyri það fólki að þetta er alveg sálaradándur að núti. Ætlar að fara á ballið? Sjálfsögðu, ég vil ánægða með. Þá sjáumst við í Vodafone-höndinni. Er það ekki uppselt eða eitthvað í þessu? Það geta alveg uppselt, þetta var risaball. 3-0 og já, við skulum heyra hvað næsti hefur að segja. FM. Já, herru, ég ætla ekki að Hjöppa. Hjöppa, þig bara þig. Ó, mér ekki væntum þetta. Takk hérlega fyrir. Hjöppi, hún kýs þig bara þig. Já, takk fyrir það. Takk hérlega. Bye. Þig bara þig. Ég hefði það með bránu og skotin er upp. Hló og feiminni kringu þig. FM. Það var að lækja útarpinu. Ekki Hjöppa. Það er Hjöppi. Það er verið að fagmaður í einn ungur sálaradóndi þarna. Þig bara þig, þá var hann komið með 2 atkvæði. Við fáum hér næsta. FM. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Það er Ef ég ætti allan daginn. Já, er það ekki? Það er svo geggja lagmaður. Það er sjúkvært lag. Herru, takk hjá að vera að hringja. Takk svo leið. Ok, það er 4-2. Blöð gæti, tritt sér sigur hérna. FM. Hjöppi. Takk að kjalla fyrir þetta, skan. 4-3, þú ert að koma mér aftur inn í þetta. Ég er mjög þakkláttur. Hvernig ertu annars? Bara góð. Gott að heyra. Ertu létt ljúf og kátt? Já. Medium rare. Hvað er þetta að brasa? Bara heima. Heima? Ok, glæsilegt. Takk fyrir að hlusta. Ekki máli. Ok, gleðilega, páska. 4-3, herru, þú komast þér inn í þetta. FM. Hæ. Ég ætla ekki að Hjöppa. Hjöppa, nei maður. Hvað er að gerast hérna? Ungur sálaradónd að ringja. Takk kærlega fyrir þetta. Nú er ég á hrættur, ég held ég verið spottilega að vinna þetta. Takk fyrir að ringja samt. Já, ekki máli. Ok, bye. Herðu, ég er kannski að vera að vinna þetta. Nei, það er ef ég ætti á að vinna þetta. FM. Já. Hver fær þitt atkvæði? Hjöppi. Nei maður. Frá 4-2 í 5-4. Enn eitt sigurinn í þessu lífi. Já, það er reyndar. Hafið eitt lagi, I was born a champion. Það er sálinn sem vann í dag. Hvað gaman að takk kærlega fyrir þetta fallega atkvæði. Ok, bye. Það er gamla góða hérna. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Halló? Ég bara þig. Halló? Nei, maður segja. FM, hver hefði fengið þitt atkvæði? Auðun, allan daginn. Það er fíla tablaði, ég veit það. Já, takk samt. FM, þetta skilur ekki máli. Förum hér í Östurskilum. Ég vann. Já, þú vannst þetta. FM 957 og Hringtorg í samstarfi við Túborg og Doritos kynna. Karaoke keppni háskólana. Hefur þú það sem þarf til að ná alla leið? Alla leið í undankeppni Eurovision. Skráðu þá í karaoke keppni háskólana og syngdu þig alla leið til Svíþjóðar. Undankeppnin verður haldið 50. 21. mars og úrslitin 50. 4. apríl í Stúdentakjallaranum. Kynnar verða hinnir margrómuðu heiðursmenn Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon. Aðalverðlaun kvöldsins eru hvorki meira né minna en flug fyrir 3 til Svíþjóðar ásamt miðum á undankeppni Eurovision. Skráðu þig strax á skráning@hringtorg.is. Athugið takmarkaður fjöldi keppenda. Allar nánar upplýsingar má finna á fm957.is og á Facebook síðu Hringtorgs. Það er Hringtorg sem færir þér karaoke-keppni háskólana í samstarfi við Túborg, Doritos og FM 957. Á hringtorg.is farðu Hringtorgs appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláa kortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Er ekki komið tími á eina kalda? Súkkulaði mjólk frá MS. Túborg léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma
Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þér miða á miði.is. Spennan magnast, því nú eru hvorki meira minna en 4,7 milljarðar í pottinum í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Túborg kynir krabbugöld á bara 11 í kvöld. Bjór á 450, skot á 450. Túborg og bara 11 fyrir fólkið í landinu. Hann ræðst ekki á garðinn þar sem hann er lægstur. Ætlar að gera heiminn að betri heimi. Og krakkar finna það, foreldrar finna það. Þetta barnaefni sem hefur ykkur svona boðskap. Magnús Geving og baráttan fyrir bættri heilsu barnan okkar. Og svo auðvitað allar sögurnar. Sjálfstætt fólk, Stöð 2, sunnudagskvöld. Ferðumst saman landið. Bókaðu ferðalagið hjá okkur. Foss Hótel, vinalegri allt land. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apar hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Rauti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Á mig. Hvernig það ætlar Auðn ekkert að segja hann flúðabrandara? Hvernig er þessi brandari með flúðir? Sko málið er að þetta er enga húmor. Brandarinn per se var ekkert fyndinn, þannig sé. Nefn að þetta er bara Sveppi sem að hefur sagt að heiði þetta. En hvernig er brandarinn? Og beðið Eiðum að bugga mig á þessu. Brandarinn var bara lala sko. Give me the comedy, come on. Nei, ég sagði bara hérna, ég var að skemmta á flúðum daginn. Já, og var að orsati þar og þegar ég kom og þá var ógeðslega hvasst og þetta var svolítið svona draugalegt að kvöldi til. Og ég sagði, ég hef aldrei komið hérna áður en svona mínum mati að þá svona við fyrstu sín var þessi bær skýrður í höfu og það sem þú gerðir og bjóst einhvern minni. Já, flúðir. Flúðir. Já, brandarinn er ekkert merkilegri það sko. Þetta er bara Sveppi og Eiður að reyna að vera leiðilegir. Ég er mjög ánægður með þetta. Fannst hann betri en Bruno Mottumas? Já, býðist Bruno Mottumas reyndar eitraða brandar. Já, ég alveg svoleiðis raðaði hérna mér. En já, það er 50 dagur og það er þáttur í kvöld á Poptí sem hefur vakið miklu athygli og heitir 2+6. Og já, einn stjórnandi þáttanins heitir Sunneva og við hefum ekki að ringja hann síðan hérna hjá og spyrja hana hvað er í þættinum í kvöld. Jú, hennan rosalega þátt 6+2 sem er á Poptí. Hann er mikið á myndið dannana fólki allavega. Já, þetta er sko, já. Hann er nefnilega, maður hefði samt alltaf verið meira því hann er rosalega. Sunneva? Já, er hún. Komdu sæl og blessuð, Auðun heiti ég og þú ert hérna í beinni útsendingu á FM 95 Blö. Já, hæ, hvað er þið? Hæ, við erum þessi bara við Hjörvar en þú? Já, ég er líka bara helviti hress. Það ekki. Hvað heiti gæðan sem hristi sig 15-20 sinnum í viku? Hann heitir Hugi. Hugi? Já, ok. Það er ekki okkar Hugi, það er ekki ofur Hugi. Nei, ekki þá Hugi. Hann er orðinn svona internet sensation, sko. Er það ekki? Jó. Er hann ekki maðurinn sem allir elska? Já, hlýtur að vera. Þetta var ótrúlega innkoma hjá honum í þáttinn. Já, hann er frábær, hann er svo einlægur og skemmtilegur. Vel einlægur allavega. Já. En hvað eigum við von á í 2+6 í kvöld? Heyrðu, í kvöld erum við að taka fyrir BDSM. Það er ekkert annað maður. Það er heimavöllunans Hjöppa. Já, einmitt. Það er svolítið minn heimavöllur. Þið er að fara að horfa á fólk þá stunda þetta svo kallega BDSM? Já, við fáum þarna að sjá hýðingu sem er bara BDSM, er kynlíf fyrir þeim, sko, sem stundar BDSM. Svo förum við að tölum við iðkendur og fáum svona aðeins að pröfa, spennutreyju og reypa og svona. En ekki segja mér þetta að vera fyrsta hýðingin sem þú er upplegað? Jú, þetta er enda fyrsta hýðingin sem ég hef séð, sko. Og hvernig fílaður svona live hýðingu? Þetta var satt fyrst að segja, stórfurðulegt sko, mér brá mjög mikið við að sjá þetta, en þetta var áhugavert eitthvað síður. Var það með gamla góða spaðan eða hvað voruð að vinna með hann? Verðið ekki bara að horfa þáttu? Jó, reyndar mjög góða punktur hér. Sko, segðu mér eitt, nú er ég hérna á ég náttúrulega tvíburana í Eyjum og svo 2 börn á Húsavík og fullt, nei, hérna, hvað með eru börn? Eða að segja að þetta sé fyrir 15 ára og eldri eða? Já, hvað er svona aldurstakmark? Sko þátturinn er bannaður innan 12. Þannig að það er öllum 13 ára upp og leifilegt að horfa á þessu þætti og þátturinn í kvöld. Já. Þannig að ég get verið með 13 ára börnum mín að horfa á hana þátt?
Já, ég held að það ætti alveg að vera hættulaust, sko. Já, og það BDSM í kvöld. Já. Mikil stemming, við fíla það. Það er svo komin tími til að maður læri allt BDSM þegar maður er 13-14 ára. Já, ég held sko að þessi þáttur, BDSM þáttur, sé með þáttur sem að flesti geta lært hvað mest af, sko, því maður veit svo lítið þetta. Já, reyndar, ég veit, þegar þú segir það, þá veit ég voða lítið þetta. Já, að gera að horfa á þáttin. Já, ég ætla að tjekka á það og það er 5 mínútur yfir 10 í kvöld. Einmitt. Það er glæsilegt, við hvetjum alla til að horfa og gaman að heyri þér, Sunniva. Sömuleiðis. Tjekkum að þér. Ok, bye. Já, það er BDSM í kvöld. Þetta verður svakalegt, sko. Já, þetta er, fínt svona á 50-skvöldin. Þetta er 2+6 á Pop TV. Það er hins vegar komið að laginu á leiðinu heim, Hjörvar. Og lagið sem ég valið að þessu sinni, þú varst nú að tala handboltarokk hér áðan. Þetta er lag sem við Pétur Jón Sigfússon vorum með í karaoke-keppninni í gær. Þurftum báður að syngja þetta lag. Og þá neitt sem að sendi mér einmitt á Twitter hvort það væri ekki bara bæling að hafa þetta lag á leiðinu heim. Mér finnst það góð hugmynd hjá honum. Það er Dolphins Cry. Það heitir Dolphins Cry. Þetta er síðan skiptið sem við hittumst fram á páskum. Gömul og góð klassík, já, það er, allavega nema og komir í mánudag, þriðjudag eða miðvikudag. Já, skum aldrei að segja aldrei. Einhverja veikist eða eitthvað, en hérna, já, það er nefnilega, ég ætlaði að plugga þarna, það er búið að leggja af fegurðarsamkeppnina á Íslandi. Já, ok. Það er bara komið í staðinn hlutur sem heitir Model Fitness. Já, það er bara orðið fegurðarsamkeppni í Íslands. Það er svona, kannski ekki fegurðarsamkeppni, en það er svona, er kannski ekkert ólíkt í. Nei, ok. Ég reyndar sakna gömlu fegurðarsamkeppnina. Já, af hverju hætti það? Ég veit það ekki. Það er bara einhvern veginn ekki vera stemning fyrir þessu. Ég veit ekki með þig, sko. Það er alltaf verið að tala um þetta að hafa eitthvað svona, þetta séu slæmt eða eitthvað slíkt, sko. Já. En það er svona stelpur sem hafa verið í þessu nú frekar heilar, sko. Já, sem hafa verið fegurðarsamkeppni í Íslands. Eiginlega bara heilustum Ragnhildur Steinun er til eitthvað. Já, verður það ekkert mikið heilbrigður en það? Nei, ég er að segja það. Unnubirna, er það ekki einhver lögfræðingur og sem berjast fyrir einhverja einstæða kalla núna? Já, það er samt svo fyndið allar þessar stúlkur sem hafa tekið þátt. Þær koma alltaf svona setna og segja ég hef aldrei eftir að taka þátt í þessu. Nei. Sem ég skil ekki. Nei, það er kannski bara svona með einhvern bömmir einhverjum nokkrum ára setna, sko. Nei. Þetta er svona eins og það er að geira.net myndirnar koma núna, sko, þá er það sagt, ég frekar átt að vera heima þetta kvöld heldur en að vera þarna, sko. Það var að taka þetta jam. Heldur en að taka þetta jam, sko, en hérna, nei, það er hérna rosalega margir að fara að keppa í fitness og Model Fitness og vaxtarækt. Og ég held að þetta sé í Háskólabíó. Ég þekki þetta ekki. Skýrta á föstudag langa. Það er rosalegur áhugi. Já, ég er náttúrulega með Egill verður með mér á miðvikudaginn næsta, þannig að hann ætti nú að vita það páskana. Við tekum á svo og plöggum þessu þá. Það er eins og að komið að lokum hér hjá okkur Hjörpa, búið að vera mikið að vera, enda fljótt að líða. Time flies when you're having fun, segir Hjörpi. Við sjáum bara eftir páska. Léttir ljúr og kátur. Það var gott páskana. Aldrei að vita maður reykist nú á því. Við verðum mættir hér á morgun við Egill eða tveir harðir eins og Hjörpi og sumir kalla okkur. Fyrir asnalegir. Endur að tekja því. Takk fyrir hlusturinn í dag og takk vel á móti, Þórði Daniel. Í dag er venjulegur dagur og í dag rétt eins og alla aðra daga erum við hjá TM að bæta tjón af öllu tagi. Að því okkur einasta venjulega degi þá gerist svo ósköp margt og þegar eitthvað kemur fyrir þá viltu vera hjá TM. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandssýninguna í kjallaranum. Miðasala á miði.is. Boli, léttöl. Setið upp sólgleraugun því potturinn í Eurojackpot stefnir í 4,7 milljarða. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Ævintýrið heldur áfram. Þú færð gómsætt Freyju páskaegg í næstu verslun. Túborg kynnir krabbugöld á Bar 11 í kvöld. Bjór á 450, skot á 450. Túborg og Bar 11 fyrir fólkið í landinu. Enn eflist friðindakerfið Stöð 2 Vild. Stöð 2 Vild býður áskrifendum 25% afslátt á meistaraverkið Ormstungu sem sýnt í Borgarleikhúsinu. Leikverkið byggt á Gunnlaugs sögu sem fjallar blóðugan harmleik, ofbeldi, ást og vísnagjörð. Sýningum lýkur 14. apríl og fekk hver að verða síðastur að tryggja sér miða á þetta margrómaða verk. Til þess að kaupa miða á þessu frábæra verði hefur þú samband við Borgarleikhúsið í síma 568 8000. Stöð 2 Vild er snilld. Þú ert að hlusta á FM
FM 95 Blö, á FM 957. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1.